Komið í sæl og verið velkomin að viðtækjunum. Þetta streymisþátturinn Stefnumót í hádegi og tölum hérna úr Vídalínskirkju. En þátturinn samstarfsverkefni Vídalínskirkju og Ástjarnarkirkju. Yfirskriftin Listin og sorgin og þetta verður nú svona þáttaröð. Það að segja að það eru 3 þættir þar sem að verður talað þetta efni og hér verða listamenn á borð við Sigríði Thorlacius og Elísabetu Jökulsdóttur. En í dag hingað komin til okkar hún Brynhildur Guðjónsdóttir, Borgarleikhússtýra. Stjóri. Já, stjóri, við skulum hafa stjóri. Borgarleikhússtjóri og við ætlum að ræða þetta efni listina og sorgina. Úti blása vindar og haustið það aldeilis búið að banka upp á. Og það svona haustin sem maður verður svolítið, hvað á maður að segja, meir og sumt fólk það upplifir nú bara svona töluverða sorg á haustin þegar það sér nú allt svona leggjast í dvala og því líkt. Þetta nú það svona klassískt umhugsunarefni. En Brynhildur, mér langaði til að opna þetta á þeirri spurningu hvort að þú upplifir svona sorg á haustin. Takk fyrir að bjóða mér í fyrsta lagi. Ég hef rekið mig á það, ég oft svona öðruvísi en fólk flest. Nei, ég upplifi ekki sorg á haustin. Ég á afmæli 27. september og haustið mér ofboðslega góður tíma því að þá kemst allt í rútínu og ég alltaf svo þakklát fyrir að hafa átt sumarið, fyrir að hafa séð allt blómstra og mér finnst gott að finna til þess að ég sé manneskja. Þegar haustið kemur með hvelli þá verð ég bara fegin. Mér finnst haustið rómantískt. Svona í seinni tíð þá ég bara þakklát fyrir það að geta farið út á hund og fundi bara vindana blása andlitið á mér og þeyta burt kannski ef einhverjar sorgir eru. En ég veit ekki, ég í eðlisfæri alveg ofboðslega bjartsýn og jákvæð manneskja og þegar ég hugsa sorg þá hugsa ég gleði af því að þetta eru systur og annað getur maður ekki fundið án þess að vita hitt. Nei. Já, það nefnilega máli, það sorg og gleði, það nú gjarnan svona viðkvæði að þetta séu systur. Gleðin yfir að hafa, sorgin náttúrulega yfir að hafa mist, en gleðin á sama tíma yfir að hafa átt. Já. En svo fer þetta líka því að auðvitað hefur maður fundið til sorgar og ég held að sé kannski þetta bundið í æviskeiðin. Ég grét alveg ofboðslega mikið í kringum fertugt, ofboðslega mikið. Nú það hætt. Já. En svona hvað í þínum huga sorg? Nú vitum við að náttúrulega sorg fjalla mjög mikið tilfinningar, litróf tilfinninga og allar tilfinningar eru undir. Já. Maður verður bara eitt allsherjar tilfinningabúnt þegar maður sorgmætur eða sorgmætt. Já, algjört flak. Getum við orðið. Já. Og þær koma nú yfirleitt bara svona í fangið á manni og yfirleitt náttúrulega veit fólki fyrst ekki almennilega hvað á að gera við þetta allt saman. Nei. Hvernig, hver þín upplifun bara af sorg þegar þú ert að takast á við sorg og hvernig tekst á það? Já, við verðum að, þetta eru kannski mismunandi stig sorgar og þegar maður horfir tilbaka þá var ofboðslega vont að missa fyrsta köttinn sinn. Já. Og ég skildi það skildi ég raunverulega þegar kisan mín var farin. Ég skildi það ekki á sama hátt þegar afi minn dó. Það var bara öðruvísi. Basshugurinn áttaði sig frekar á því að gæludýrið sem var uppi hjá mér, það var farið. Og mér fannst það ofboðslega erfitt. Svo áttaði maður sig seinna á því hvað það að missa manneskju. Það bara kom með aldrinum en þetta, ég misti afa minn 10 ára og þú veist, þær tilfinningar skildi ég ekki alveg ofan í kjölinn fyrir töluvert seinna. Það alls konar sorg, enginn vill leika við mig
Það vill enginn leika við mig og maður gekk hverfi og bankaði allar dyr og bankaði á hinar dyrnar og spurði hvort maður mætti passa hund og það mátti ekki. Það alls konar sorg í því. En stóra sorgin, fullorðin sorgin, þegar maður raunverulega þarf þegar maður áttar sig á að maður hefur misst. Það kemur ekki tilbaka og maður fer yfir tíma, þetta tapaður tími, þetta töpuð stærð í heiminum, en einhvern veginn kemur alltaf til mín, og ég veit ekki hvort að það sé öðruvísi en hjá öðrum, en það kemur alltaf djúpt þakklæti á eftir. Þegar ég búin að syrgja, þá finn ég djúpt þakklæti, vegna þess að mér finnst ég hafa breyst, mér finnst ég hafa farið í gegnum eitthvað sem að, og það getur verið þungt og það getur verið erfitt, en mér finnst ég koma út á öðrum stað. Gildismat verður öðruvísi og bara svona lífssýn og viðhorf til lífsins. Það verður það. Það er mjög mikilvægt þannig séð að ganga í gegnum sorg og áföll í lífinu. Við verðum að syrgja til þess að skilja. Já. Og þú veist, og skilningur okkar og bara fyrir manneskju að fara í gegnum lífið, við munum reka okkur á, við munum reka tætnar í. Það mun einhver gera eitthvað á okkar hlut og við verðum ósátt, en við verðum stæst og stórkostlegust og hamingjusömust ef við förum í gegnum það og við höldum áfram, við höldum okkar striki, af því að þá eru veljunin á hinum endanum. Já. Þetta finnst mér. Já, ég sammálaðir þar. Þegar að allar gáttir eru opnar, þegar við stöndum berskjöldu frammi fyrir lífinu og erum í sorginni. Þetta verður þá mjög svona frjór jarðvegur oft til sköpunar og listsköpunar. Já. Er það ekki raun? Jú, listin er ekkert annað en tjáningamáti. Já. Tjáningamáti manneskjunar. Og við sem störfum við listir, við höfum kannski bara ríkari þörf. Ég held að listamenn og prestar, ég held að þetta sé náskilt. Já, það er tenging þarna á milli. Og við höfum bara þessa sterku þörf til þess að tjá okkur, af því að við höfum sterka þörf til þess að skilja okkur sjálf, finna tilganginn og fara í gegnum lífið rannsakandi. Og ég held að flestir hafi upplifað það að heyra fallega tónlist og komast við. Sjá sögu setta á svið og skilja betur og geta betur sætt sig við eitthvað hlutskipti, eitthvað sem að eða bara hreinlega taka til í eigin ranni og koma betur fram við fólk. Já, það er bara eins og með kirkjuna og leikhúsið, þessi tveir staðir, hvortveggja staðir sem eru að leita merkingu, eru að færa fram boðskap, eru að fjalla tilfinningar, eru að segja sögur. Já. Þannig að það er mjög margt skylt með kirkju og leikhúsi og svo náttúrulega hefur leikhúsi svo sem komið inn í kirkjuna. Já, algjörlega. Og við settar þar upp sýningar gegnum tíðina. Já. Og þetta mun alltaf vera náskylt. Nú erum við fyrir tómri kirkju, en það er eitthvað sem að gerist á milli sviðs og salar í leikhúsinu sem getur líka verið það sama sem gerist í kirkju. Að það er upplifunin sem verður til á milli sviðs og salar, sem er þetta ósýnilega X. Enginn skilur það, allir þrá að beisla það. Þetta er fegurðin. Og þetta er það sem er svo spennandi, finnst mér, við lifandi leikhús, að við sitjum öll í salnum og galdurinn er framinn fyrir framan okkur. Allir samhæfa sig, allir samstilla sig og svo verður einhver undrastund til. Og að því ég stýri nú Borgarleikhúsinu en er leikari í grunninn og hef starfað sem leikstjóri líka og höfundur. En núna stýrandi og leikhúsinu og verandi með margar sýningar í gangi í einu, það er algjörlega magnað að fylgjast með því þegar við erum að fara til dæmis í 200. sýningu á 9 lífum, sem er saga vissulega Bubba Morthens með hans tónlist. En þetta er alíslenskt efni. Þetta stendur okkur ofboðslega nærri og við skiljum þetta öll. Þess vegna, og náttúrulega bara þessi ótrúlegi hópur listamanna sem stendur að sýningunni, en þess vegna er þetta eitthvað sem talar til okkar. Að sama skapi 100 sýningar á ungbarnasýningu sem heitir Tjaldið, þar sem að börn
fara á aldrinum 3 mánaða til 3 ára inn í fallegt tjald og upplifa stund. 100 sýningar af Emil í Kattholti. Þetta er bara, mér finnst þetta undur og stórmerki og ég er gríðarlega stolt af mínu samstarfsfólki og bara hlakka til að halda áfram góðri vegferð með þeim. Já. Það svo opbáslega mikilvægt að geta átt þessar leiðir til tjáningar, leikhúsið og náttúrulega fleiri leiðir. En það jafn sorglegt eins og til dæmis þegar maður mætir hindrunum á þeirri leið. Og þá veltir maður fyrir sér þessum COVID-tíma sem á undan gengin. Sko. Það hefur verið mikil sorg fyrir leikhúsið. Það sem að, en það eld okkur í þeirri bjargföstu trú að við skiptum máli. Af því að þegar við fáum ekki að koma saman, þá verður þráin í nándina svo ofboðslega mikil. Og við fundum bara að við skiptum máli. Og leið og bara samkomu takmörkunum sleppti og ég meina við fórum bara eins og allir, öll heimsbyggðin og bara öll fyrirtæki á landinu í gegnum það að aðlaga okkar starfsemi bara að þeim reglum sem giltu hverju sinni. Þú veist, máttu við taka á móti 80 manns eða var það 200 manns og hvernig átti þetta allt saman að vera og það var eins og að draga fólk í dilka, komdu inn hér og farðu út þarna og sprittaði og vertu með grímu. Þetta ég held við munum ekki skilja þetta fyrir eftir svona 5-10 ár. Hvað það var sem raunverulega gerðist og að krakkar til að mynda sem að fóru í gegnum menntaskólaaldurinn sem þarna, þá sko þau mikilvægu ár þar sem þú ert raunverulega að kynnast fólkinu sem að verða vinir þínir til lífstíðar. Því í menntaskóla þá velst fólk saman út af bara hæfileikum og hugðarefnum en ekki bara því að þið búið í sömu götu og þessi krakkar fenguðu þetta ekki. Og það var ekki þetta ball og það var ekki þessi samkoma og þau fengu ekki að upplifa það að sitja saman í tíma. Það voru allir einhvern veginn á netinu. Ég held þetta verði rannsóknarefni til framtíðar. En bara svo ég tengi aftur inn í leikhúsið, þegar við bara áttuðum okkur á því að leið og samkomu takmörkunum sleppti, þá fylltist húsið af fólki, þá áttuðum við okkur á bara, þá fundum við mátt okkur á megin. Og leikhúsið stóð gríðarsterkt og við vorum náttúrulega svo þakklátt okkar áhorfendum að skila ekki bara miðanum, en við vorum að ýta á undan okkur 15.000 miðum til að mynda á nýju líf og sumir fengu e-mail 9 sinnum. Hér ný dagsetning á sýninguna þína og fólk stóð með okkur og mætti. En eins og ég segi, rannsóknarefni ábyggilega til næstu 5-10 ára, bara hvað var það sem raunverulega gerðist og þegar svona boð og bönnur og sett á fólk, þá getur það komið út á öðrum stöðum í annars konar óstýrlátri hegðun og við þurftum að horfa á allt í streymi. Nú erum við að fá fréttir af því að ungir menn sé einhverjum stórum vandræðum á internetinu með að horfa á ósæmilegt efni og annað slíkt. Það bara, hvað er það sem grassirar þegar fólk er sett í einveru? Í staðinn fyrir að við bara fáum að finna samkenndina og gera eitthvað saman. Það getur orðið mjög skuggalegt. En svona tími, sko ekki það að ég ætla að þvælast mikið í COVID-un en það voru við allir búin að fá upp í kok af því. Já, ég myndi helst ekki nenn aftur sko, en ég veit að minnstu hvað á að gera núna, en ég vissi það ekki þá. Já, hann var nefnilega mikil prófraun sko og kenndi okkur að leita leiða og finna lausnir. Ég heldur betur, ég steig inn í starfi 3 vikum áður en við lokuðum húsinu og bara fyrir manneskju sem hefði starfað sem leikari, leikstjóri, höfundur og eitthvað slíkt. Ég hafði ekki reynsla þess og ekkert okkar á skrifstofunni hjá mér. En það var bara horfst í augu og svo settum við undir okkur hausinn og við gerðum þetta. En hefur verið einhver svona meðvituð úrvinnsla eftir hennar tíma í leikhúsinu svona af því að þetta var svona mikið högg og Já, sko rekstralega þá er það bara úrvinnsla sem að fer fram á þann hátt sem hún fer fram, en ég held að því að tilfinningar taka tíma og eins og varst að segja bara með sorgina að þegar hún slær okkur eða við stöndum allt í einu inn í henni þá erum við í auga stormsins og við eigum eftir að vaða storminn, ég ætla ekki að segja þunga strauma en það er annað en við eigum eftir að vaða storminn en maður þarna bara og að því að tilfinningalíf
tekur bara svo mikinn úrvinnslutíma. Þannig að ég held að COVID-sögurnar og sögurnar af einsemdin og einvörunni, þær koma síðar. Og svo það nefnilega þannig með listina, hún heilandi afl, af því að hún bara beintenging við mennskuna og þetta sem við þurfum að gera sem manneskjur, við þurfum að segja sögur til að skilja okkur sjálf. Sögurnar sem við segjum, þær mun alltaf setja okkur á réttan stað. Ég tapaði þræðinum núna, ég fór vegallar veraldar í höfðinu. Það svo margt sem að leitar á mann þegar maður fer að ræða þessa tíma. Já, þetta góð hugmynd að náttúrulega, já, að það eigi eftir að segja í rauninni þessar COVID-sögur, jafnvel á leiksviði. Já, vegna þess að við getum ekki krafið listina að vera heilandi. Það sem ég ætlaði að segja. Já. Hún það í eðli sínu, listin heilandi, en við getum aldrei ákveðið, ok, nú segjum við COVID-söguna og allir verða slegnir og húsið rifnar af húsinu og allir verða, fögnuðurinn verður mikill. Við getum ekki, við vitum það aldrei. Það aldrei á vísan að róa. En við getum bara farið á stað í góðri trú og ætlað að rannsaka. En já, þær munu koma þessar sögur, hvaða áhrif þetta hafði á okkur andlega. Já. Það þannig að sorgin hún, sko, þegar hún slær fólk þá, og maður náttúrulega verður var við það í sínu starfi að þá fer fólk svolítið mikið að hugsa Guð og tilganginn og trú. Og einmitt og það riðlast öll lífsgildi og fólk fyrir að velta þessu meira fyrir sér, horfa meira til himins og allt það. Ég var að ræða þetta við einhvern. Það ekki merkilegt að þegar okkur eru bara alla bjargi bannaðar, þá gerir fólk svona. Já. Þetta svo stelling sem að maður horfir til heim og við gerum svona, burt sé frá því á hvað við trúum, af því að við erum öll, ég held að við trúum öll á hið góða, á manngæskuna, en við trúum öll á mismunandi hátt. Við erum öll mismunandi kristin sem erum kristin og síðan bara í okkar samfélagi bara fólk sem hefur, það bara margbreytileg og margvísleg trú. En það ekki merkilegt að öll gerum einhvern veginn svona og þegar allt þrýtur, og ég hef reynt það sjálf bara á verstu stundu lífs míns, þá hjólaði ég Reykjavíkurborg og allt í einu áður en ég vissi af, þá var ég sest inn í Kristkirkju. Já. Og ég bara sat þar og ég var þakklát fyrir fallegt þak, ég var þakklát fyrir steinda glugga, ég var þakklát fyrir bergmálið, ég var þakklát fyrir hljóðin, og allt í einu bara átti ég bara stund með sjálfri mér og mínum Guði, þar sem við bara töluðum saman og ég gekk út og ég hjólaði allt öðru heim. En talandi Guð, að þá virðist vera talsvert mikið af sýningum sem fjalla Guð og Guðs pælingar. Það svo stórmerkilegt. Það tilviljun eða? Tilviljun ekki. Núna erum við með á fjölunum sýningu sem heitir hvorki meira minna en með Guð í vasanum. Já. Það fjallar hana, það María Reyndal sem leikstjóri og höfundur og hún þar að fjalla efni sem stendur henni mjög nærri. Hún að fjalla móður sína sem dálítið horfin inn í Alzheimer. Og þessi sjúkdómur sem sem fjarlægir manneskjuna einhvern veginn og setur hana á annan stað. Þetta sjúkdómur sem við í auknum mæli eigum eftir að þurfa að ferðast með og kynnast. En hún Ásta sem aðalsöguhetjan, kona nýrætt, hún sko með Guð í vasanum og það svona bara einhver maður sem fylgir henni og ég skal ekki segja hvort hann sé til einhvers nýtilegur eða hvort hann sé bara hennar stóðustytta og þau hverfast inn í hvort annað og standa algjörlega hvort með öðru. En enginn sér Guð nema Ásta. En hann henni góð stóðustytta og þarna María á bara mjög áhugaverðum lendum og þetta heilandi saga og við fengum skilaboð frá einum manni sem var nýbúinn að missa móður sína úr Alzheimer og sagði bara ég ætlaði ekki að fara á þessa sýningu vegna þess að mér fannst þetta erfið tilhugsun því að sorgin var svo mikil. Og hann lét til leiðast og hann sagði
þessu sé ég ekki eftir, þetta var heilandi stund. Vegna þess að í lokin þá sjáum við hver Ásta og hverjar hennar tilfinningar eru og henni líður ekki illa. Þannig að þetta var gaman, en svo María hún nú 50 eins og ég, en á hverju ári Borgarleikhúsið með leikskáld á sínum snærum og í síðustu ár þá hefur þetta allt verið ungt fólk, eða fólk af yngri kynslóðinni. Öll hafa þau á einn eða annan hátt fjallað dauðann eða sorgina og þar á leiðandi einhvers konar trú á eitthvað annað. Og á næsta ári þá verður á leiksviðinu okkar leikrit eftir Birni Jón Sigurðsson sem núverandi leikskáld Borgarleikhússins og þessi sýning heitir Sýslumaður dauðans. Hann þarf að leita til sýslumanns dauðans til að ná tali af látnum föður sínum. Þarna einhver sorg og einhver umfjöllun dauðan á ofboðslega fallegan hátt og þetta feðgasamband. Á síðasta ári sýndu við síðustu daga Sæunnar sem að Matthías Tryggvi Haraldsson leikskáld skrifaði. Þar var fjallað manneskju sem að var með taugarhörnunni sjúkdóm og hún vissi að hún væri að fara að deyja. Heilmikil sorg fólgin í því og við vorum einnig með sýningu á sviðinu sem hét Góða ferð inn í gömul sár sem hún Eva Rún Snorradóttir skrifaði og leikstýrði. Hluti af sýningunni var hljóðverk þar sem hann hlustaði í einrúmi og gerði eins og hún uppálagði og við heyrðum frásagnir fólks sem hafði mist ástvini og nákomna ættingja úr HVF á sínum tíma. Og síðan fórum við í allsherjar partí þar sem að jaðarsettur hópar tók á mót okkur og sögðu sínar sögur á sinn hátt. En öll vinna þau inn á skrifstofu leikskálda sem gulmáluð og öll fjalla þau einhvern hátt dauðann og sorgarferlum. Mér finnst þetta bara alveg stórmerkilegt en allar eiga sýningarnar það sammerkt. Þær eru heilandi, það einhver trú í þeim og þær eru jákvæðar. Hvert þitt álit á því að sorg og dauði og þetta viðfangsefni hafi verið svona og náttúrulega bara í gegnum aldirnar svo fyrirferðar mikið í leikhúsunum. Já. Hvað það? Já, dauðinn ekki bara það allra stærsta? Jú. Hann það allra stærsta og það það eina sem við vitum alveg með vissu. Restin ferðalag. Og ef við hefðum ekki það allra stærsta og sársaukafyllsta til að fjalla hvað erum við þá að gera? En leikhúsið einmitt getur þetta, það getur farið höndum ofboðslega viðkvæmt efni og þetta sem að við eigum öll sameiginlegt. Á einhverjum tímapunkti munum við hitta dauðann. Í einhverju mynd. Mér finnst leikhús geggjað og allt frá bara grískum harmleikjum og Shakespeare og til okkar nýjustu leikskálda. Það eru allir að fjalla dýpsta harminn og mestu hamingjuna. En hamingjan og harmurinn, þær eru líka systur. Gleðin og sorgin, eins og við erum að segja. Og listin þarna á milli heilandi afl. Já, og talandi harmleikin og þetta, það nú alltaf svolítið þykir fínt að vitna í spekingana, að Aristóteles hann taldi að tilgang listrænnar eftirlíkingar, svo sem harmleikja og gamanleikja, að gefa áhorfendum færi á að upplifa tilfinningarnar sem skáldskapurinn hrærir upp í gegnum skáldskapinn. Já. Og þetta að með þeim hætti fáum við útrás fyrir tilfinningar okkar og útrásinni fylgir auk þess ákveðin ánægja. Það það sem við köllum í leikhúsinu katharsis. Já. Það lausnin. Já. Við fáum lausn og getum gengið út og betur tekist á við það sem við þurfum að takast á við. Já. Þetta geggjað, Já. Nei, þetta geggjað. Já. Og í rauninni, ef maður horfir á það, þetta frýtt. Vegna þess að þú þarft bara að vera manneskja. Já. Með, opin augu, sperrt eyru og opna sál til að upplifa það. Og það ekkert stærra. Ef það hægt að virkja manneski í því ástandi, þá þyrfti engu að stinga samband öðrum. Og þannig að kirkjan og leikhúsi eiga líka það sameiginlegt að þetta eru hvort vekja staðir sem ástunda sálgæslu á hvern hátt. Já,
Við vildum einmitt meina það í COVID að við værum partur af heilbrigðiskerfinu og heilbrigðis og kirkjan líka. Ég geti verið alveg ofboðslega lengi að hugsa og sumt heldur fyrir mér vöku og þá ég að vinna úr í höfðinu en ef ég sátt og ef ég finn sátt inn í mér, hvort sem það ég get ekki stjórnað öllu, það ekki nokkuð lifandis leið, en ef að ég sátt með staðinn sem að ég og ég veit að ég get lifað með því og þá það þannig og það full gott fyrir mig. En já, það mér finnst gaman að lesa, ég vil syngja, ég vil bara, þegar eitthvað mikið vont, þá finnst mér gott að syngja, bara opna röddina og leyfa sálina að brjótast út með þeim hætti. Ég bara býð vel að ég vinn með stórkostlegu fólki og ég á fallegt og gott heimili með góðu fólki, ég á heilbrigða foreldra, ég heppin. En ég meina við höfum öll farið í gegnum alls konar, búið henda okkur í tromluna fram og tilbaka og maður búin að hágráta og sitt hlutskipti og allt þetta. En það sagði bara enginn að lífið væri ekki flókið. Það lofaði því enginn. Og þetta nú þrátt fyrir allt það að vera lifandi. Það að takast á við eitthvað. Horfast í augu við raunveruleikann. Já. Það þetta svona, þannig sé fyrsta leiðin til þess að svona fara að vinna úr sínum sorgartilfinningum. Það að horfast í augu orðin hlut. Það svo ofboðslega margar leiðir til þess að takast á við sinn sársauka. Það eru margar leiðir. En bara ef maður hugsa vel líkama sinn, þá fylgir sálin á eftir og svo framvegis. Það helst í hendur. Og að reyna að vera jákvæður, stundum það erfitt. Og bara reyna að bara leggja sig ekki þversum í fangið og öllum öðrum og kenna öllum öðrum Taka líka bara eigin ábyrgð, taka ábyrgð af sjálfum sér og ætla áfram. Já, og líka bara En bjargráðin eru mörg. Þau eru mjög mörg. Já. Þau eru nefnilega mjög mörg. Það bara að koma auga á það og vilja þiggja af því að það fólk allstaðar sem tilbúið til þess að styðja annað fólk. Já. Það það. Já, fólk þarf svolítið að viðurkenna og samþykkja eða svona átta sig á sínum aðstæðum og þiggja allan stuðning. Já. Af því að hann mikill. Hann mikill. Já. Sem í boði. En auðvitað líf okkar allra við erum öll á mismunandi ferðalagi. Já. Og auðvitað fá sumir meiri fangið en aðrir. Já, það svo sannarlega og við lifum við ólíkar þjóðfélagsaðstæður og sumstaðar stríð og annar staðar meiri friður. Þar erum við heppin. Þar erum við náttúrulega mjög heppin. Já. Og getum hugsað til þess. Þó að það séu þetta líka alltaf svolítið varasamt að bera saman í sorginni. Já, það ekki hægt að segja ég hef það svo miklu verra en þessi. Við erum öll á ólíku ferðalagi og Já, ég skil hvað þú átt við með þessum samanburði. Já. En við erum þrátt fyrir allt hér búum við á hreinu og fallegu landi. Já. Og svona mestanpart þetta bara töluvert mikið betra en í löndum þar sem bara hreinlegast það bara stríð út allan heim núna. Já. Og það mjög erfitt að svona gera sér í hugalund bara hvernig þetta gerist og hvernig þetta bara gerist allt í einu og sko krafturinn og stærðin á þessum stríðum og aflið og vopnin og strategían, þetta bara ég veit ekki, ég bara á erfitt með að sko setja mig inn í hvað bara gengur á í kollunum á þeim sem ætla sér eignast. Við erum nokkuð hugleikið þetta efni æðri tilgang þjáningarinnar. Þannig sé komum aðeins inn á það áðan, kannski aðeins að vera meðvituð það beinlínis, en að þetta sko að læra og þroskast af þjáningunni og hvort að maður þurfi að fara í gegnum slíkt til þess að verða dýpri manneskja. Bara velta fyrir mig til dæmis leiðina því að verða góður leikari. Já. Að hvort að maður þurfi að hafa að baki mikla áfallareynslu og sorgareynslu til þess að verða
dýpri leikara, það sé erfiðara en maður hefur bara farið í gegnum þetta bara svona á bleiku skýi? Þetta er mjög erfið spurning, sko. Við fæðumst öll einhvern veginn og við eigum öll einhver tæki og tól í okkar verkfæri kistu. Sumir eru hreinlega fæddir með það sumir eru bara hreinlega fæddir með náðargjöfina að geta betur túlkað og sagt sögur og við erum með þennan bara X-faktor. Það er ekki hægt að útskýra það. Það lærir ekki í skóla en ég ætla að ítreka þetta sem ég sagði að listin er heilandi afl en þú getur ekki krafið hana að vera það. Og leikari á sviði sem er að kreista út einhverjar tilfinningar, hann verður alltaf falskur. Já. Og áhorfendur skynja það og það verður ekki satt. Leiklistin hún er tær list en það var eitt sem að mér var kennt í leiklistaskóla, ég lærði í Bretlandi hjá stórkostlegum kennurum og eitt kennarinn okkar sem að fékkst líka við, hann var búinn að skoða mikið leiklist frá Austurlöndum og hann sagði að við manneskjur við eigum samskipti á þessu plani en leið þú þarft að túlka og það verður alvöru tjáning þá færist á þetta plan. Já. Og þannig virkar listin. Þannig að og þá þurfum við þetta en líka þetta. Já. En það nei, það er ekki þetta að fara fram á það að besti leikari í heimi hafi farið gegnum svo mikla þjáningu að hann skili betur til okkar. Það er ekki rétt vegna þess að þá er viðkomandi bara að misnota listina. Já. Áhorfendur skynja það strax þegar þetta er ekki satt. Góður leikari er eftir sem áður, góður leikari. Við getum alltaf verið einlæg, hvernig svo sem okkar bakgrunnur er. Ó, já. En auðvitað er ofboðslega það er allt önnur túlkun sem að kemur frá 50 leikara en frá 20 leikara ef þó svo að hlutverk Hamlets sé skrifað fyrir bráðunga manneskju auðvitað með lífsreynslunni kemur eitthvað annað en þetta er allt saman bara það er bara ákvörðun og hvernig skipun okkar eru mönnuð sem að sigla út sigla út í sólarlagið og það sem áhorfendur taka á móti. Nei, góður leikari vegna þess að hann er sannur. Ég veit ekki hvort að, þetta er nú kannski svona svolítið ósanngjarn spurning, en bara svona til að tékka, kanntu einhverja sögur úr leikhúsinu svona af bara áhorfanda og áheyranda sem svona hefur einhvern veginn orðið snortin og látið það koma til leiðar sem hefur svona fundið fyrir breytingu bara á sínum aðstæðum og lífi bara við það að farið einhverja ákveðna leiksýningu? Já. Það eru mýmargar svoleiðis sögur og það sem við erum þakklátt fyrir í leikhúsinu er þegar fólk lætur í sér heyra og segir okkur frá þessu. Sjálf lék ég Edith Piaf fyrir 20 árum, nú eru komin 20 ár síðan það var og það var yndislegt en þar fékk ég mikið þakklæti vegna þess að þar eru við líka á lendum tónlistar sem galopna sálina. Þannig að fyrir það fékk ég alveg gríðamikið þakklæti sem og fyrir leiksýninguna Þorgerði Brák sem var fóstra Egils Skallagrímssonar þar sem að ég þetta var einleikur sem ég gerði á sögulótti Landnámsseturs í Borgarnesi en það var manneskja sem var beitt bara hræðilegu ofbeldi sem að kaus að standa vörð barn sem ekki var hennar eigið. Þarna fékk ég alveg ómælt þakklæti fyrir að segja svona sögu og setja Íslendingasögur í áþreifanlegt og raunverulegt samhengi, manneskju. Og bara nærtækastu dæmin, það er til dæmis það að við erum búin að sýna núna 205 sýningar af nýju lífum, eins og ég sagði. Það jafngildi því að 30% þjóðarinnar hafi komið og séð nýju líf og það er risastórt vegna þess að það er ekki einu sinni 30% þjóðarinnar til dæmis í Noregi sem að fer í leikhús yfirleitt, hvað þá einu og sömu sýninguna. En það er maður sem er búinn að koma núna í 8 skipti, hann er búinn að sjá sýninguna 8 sinnum, hann grætur, hann hlær,
Hann vinnur úr sínum málum og hann sendi okkur bréf og sagði, þetta er ódýrari en sálfræðingur. Já. Þannig að við erum alltaf þakklátt þegar fólk finnur þetta. Eins líka, það er líka bara alveg nóg að fólk bara þurrki tárin og hlátust tárin, sko, gleði tárin og segi, æ, hvað er gott að fá að hlæja. Já. Það er líka nógu mikil gjöf fyrir okkur til að vilja halda áfram. Já, þetta að fara í leikhús, það er mannbætandi á svo margan hátt. Já. Og líka krefjandi. Það getur verið krefjandi og það er líka hollt að koma á einhverju leiksýningu sem þeim fannst óbærilega leiðileg, Já. vegna þess að hún krefið að hugsa, okkur var þetta leiðilegt, Já. okkur fór taugarnar á mér, okkur hefði ég viljað freka vera bara á kringlukráni eða eitthvað. En það er líka bara gott og gaman að hugsa slíkt. En fyrsta leikhúsupplifun barna skiptir alveg gríðarlega miklu máli, vegna þess að þar það er oft sem að bara svona DNA-ið í okkur springur út og við hittum okkur sjálf fyrir. Og börn geta hitt sig sjálf fyrir í leikhúsinu og allt í einu skilið sig sjálf. Það er ótrúlega mikilvægt og við munum öll eftir litunum og ljósinu og ég bara man eftir því sem barna hafa átt svoleiðis upplifun, en ég átti sambærilega upplifun í kirkju. Þegar farið var með okkur í kirkjuheimsóknir, þú veist, í leikskólanum eða eitthvað, Já. vegna þess að mér fannst hljómurinn inn í kirkju svo stórkostlegur og að geta sagt, það kom tilbaka til mín og að fá sólarglætu steindanglugga, það bara vakti í mér sömu tilfinningar. Þannig að listin, trúin, leikhúsið, gleðin, sorgin, hamingjan, harmurinn, þetta er allt saman nátengt og þetta er allt saman innst í kjarni, þetta er mennskan. Þetta eru náttúrulega bara alveg glæsileg loka orð á þessu samtali. En haustið leggst sem sagt ekki illa í þig. Nei, mér finnst það spennandi. Já, mér finnst það gott. Og vorið að sama skapi líka bara. Já, mér finnst bara alveg rosalega gaman að vera til, en ég er líka alveg með meinhorn og ég get verið alveg bara alveg eins og snúðuróð í hund, en það tekur mjög fljótt af. Já. Það var eitt sem að ég var í gær í Háskólanum í Reykjavík að tala við hóp fólks sem var á námskeiði sem fjallar það að eiga skemmtilegt þriðja æviskeið og langar til þess að segja, ég sagði þeim, mundi allt í einu eftir orðum sem hann Sigurður Pálsson heitinn sagði við mig. Sigurður Pálsson, rithöfundur og skáld. Já. Hann var svo stórkostlegur að hann sagði við mig, það er ekkert jafn frelsandi og gleðin. Hún leysir hugan úr viðjum og fyllir hann rósemd. Og þetta var eitthvað sem að mér fannst algjörlega stórkostlegt. Þetta hefur lifað með mér frá því við gerðum Edith Piaf fyrir 20 árum, af því hann skrifaði það leikrit. Þetta er alveg rétt. Ef við erum glöð, við förum í gegnum sorgina, við tökumst á við hana og við erum glöð, þá losnar hugurinn úr viðjum, allt þetta sem við erum að hugsa, þetta má ekki vera bara losnar, við bara við leysum okkur úr viðjum og við fyllumst rósemd og það verður allt í lagi. Þannig ég hugsa oft til Sigga Páls. Ég segi bara amen, Brynhildur Guðjónsdóttir. Það var heilandi að fá þig hingað og takk kærlega fyrir þetta góða og uppbyggilega samtal. Takk fyrir að bjóða maskjarnar í stúlku til skrafs. Og við þökkum kærlega fyrir okkur og svo næsti viðmælandi Sigríður Thorlacius í beinu streymi, stefnumóti í hádegi. Njótið dagsins.